Þetta ekki venjulega þáttur, þetta Teboði X LXS. Sunniva, velkomin í Teboðið. Þú ert ekki hérna sem þáttarstjórnandi í dag, heldur sem gestur. Já, gaman að vera gestur í dag. Já, ásamt Birgittu Líf og Ástrási. Ástrós. Það? Jæja, þannig fór það. Íslensku meistarinn hérna mættur á kantinn. Ég skaman á tvisar núna þegar. Ég sagði þetta ekki. Hún sagði að hún er búin að opna gluggan upp á gat. Hvað gat? Upp á gátt. Gátt. Þú veist, ég hugsa ekki á henni tala. Greinlega ekki. Já, nei, ég er ekki það. Ástrós og Birgitta, velkomnar aftur. Takk. Þið hefur komið báðar áður. Birgitta kom í Gym þátt Já. og Ástrós kom í Real Housewives. Yeah. Sem bæði vei það þarf að taka aftur fyrir. Það þarf að taka annan svoleiðis. Já, sko. það er- Eru þið búin að serían sjá búin? nýju seríuna? Hún er ekki búin. Ég er að klára Nei, næst þú veist bara, are you up to date? Ekki Já. up to date, en ég kom mjög langt. It is Þetta er so crazy. good. Mér finnst Ég er búin að þetta býja hræðilega þessu leiðilegt. kaffidæmi allan tíma. Ég er búin að vera bara, Líka. jæja. Veitu hvað það? Ég er ekki komið þangað. It's coming. Þannig að stopp. Kom, já, Ok. við- Ég er að klára 11. Ok. Ég veit ég er ógeðslega. Ég veit að ég hef ekki En er þetta ekki bara 12. sería? Þannig að þú getur það. Já, þú veist, ég er ekkert, ég er samt Já. í okkar skilningi mjög langt eftir. Ég tími bara ekki, þú veist, ég er að bingja núna, að ég tími ekki að bingja of hratt af því að ég nenni ekki að bíða. Nei, við veit það. Það er svo geggjað Það er vont að þurfa að býða viku Já. bæði Já, viku. það er alveg ástæðan fyrir ég er svona langt eftir það, því að það var aldrei komið allt inn á Hulu Já. og ég har alltaf á Hulu Já. og núna er ég að bingja, þú veist, 11. Já. Ég átti bara svo erfitt með að Rinna var alltaf að setja í story eitthvað. Ég Og ég var líka. bara eitthvað, girl, I need to know. Ég þurfti að, já. Þetta er alveg, en við tökum þetta spjall fyrir sinna. Áður við byrjum þá kannski bjóðu okkur upp á eitt góðan tebolla. Já, Mega til í það. Við erum með Earl Grey og English Breakfast. Þetta eru tvær uppáhalds tetegundir frá drottningunni. Við erum ennþá að heiðra hana. Við erum ennþá, já. Þessi ljósi er hérna Earl Grey og hinn er English Breakfast. Hvað mæli ég með? Ég Ég mér bæði gott, sko. Já. En ég er meira svona Earl Grey, Já, held ég ég. til í Já, Earl Grey. ég held ég fari Earl Grey líka af því við erum líka með smá Ég ætla líka að mjólkursopa. gera Já, það. þetta er. Ég er alveg orðin fan af mjólk í teið, sko. Þetta Já, alveg- það ég Það er er rosa rosa steikt. Þetta er mjög brest. Mjög brest. Það í fyrsta Ég set skiptið í alltaf tjáningum. hann að mjólk í núðlusúpu. Það? Núðlusúpu. Ertu mikið að fá þér svona- núðlusúpu? Já, Já, hver fær sér ekki það er ekkert eðlilega gott. Það finnst ykkur ódýrt. núðlur góðar. Já. Já, En þú veist, en þið lútið að gera eitthvað við þær. sko ég set mjólk og svo set ég engiferkrydd og Ok. hérna, úps, ég reif. Engifer og smá chili. Ok. Já, Þetta ég er svona hljóma vel. Já. Já. Og mjólk. Elskar hvað fólk er frumlegt. Ég er bara vatn og kryddið og bara, jæja. Og mér myndi ekki svona þetta í huga að setja eitthvað auka. Þegar ég var lítil og setti mamma alltaf ostón í. Æ. Ost. Svo Mexíkó. Nei. Já. Mér finnst bara svo gott að þetta pínumjólk af því bæði þá er þetta fljótara kóluna, já ég er eins og krakki, en líka þetta er svona pínu eins og að vera smá svona rjómakent. Já. Sniðugt. Settu hérna, getur það er ekkert eðlilega heavy. Já, ég alveg svona Need some help. Með mér, sorry. Hvernig gengur? Herru, okkur gengur ágætlega vel. Lovely. En það er ein vinkonum mér sem setur alltaf gúrkur í núðlusúpu og segir bara að það sé bara must. Hörglega makes it fresh. Já. Og okkur fólk er með mismunandi núðlusúpur. Ég hef eftir að smaka það. Já, ég líka. Ég er að smaka með mjólk, sko. Scallier Grey. Já. Já. Herru, ég ætla að bæta hans við vatni á mér. Svona, taktu orðið á sorry. meðan. Já, hérna. Getur Svo, já, rétt með þetta aðeins. Já. Herru, fyrirgefið brasi hérna, elsku. Gjörðu svo vel. Teipurskestir. En svo erum við með ljúffengar Subway-kökur til þess að Ég var einmitt að horfa á Já, það er þetta. mjög til að gæðar. fá ykkur. Hver er uppáhalds, Ástrós? Mín er hérna bara basic með Venjuleg, með súkkulaði. venjulegu súkkulaðinu. Já. Klassíst og gott. Mín er hvíta og ég er búin að læra í teibúðinni macadamia nut. Já. Já, vel gert. Ég helst ekki að þetta væri bara hvítsúkkulaði. Já, þú veist, þegar maður hugsar út í það þá auðvitað ekki, en Nei, samt já. var maður ekkert eitthvað, já, þetta er örugglega einhver neta. Nei, ég var ekkert að pæli því að beiti þetta bara. Þú veist, maður var bara að borða þetta svo hratt. Ég held að þetta væri bara eitthvað svona sætindi. Já, ég held að þetta væri bara Svona eitthvað súkkulaði. sætindi snetta, eitthvað svona fake. Hvítsúkkulaði. Ég ætla að fá mér. Dæmi. Fáðu þér. Já, þetta er á sjálfsögðu búðsöppi sem við elskum og Já. dáum. Elskum með dáum. Elskum og dáum, en það sem við elskum líka eru LXS þættinir og nú er serían formulega búin. Já. Er skrítið að þið séu ekki alltaf á miðgutum? Já, það er ógslskuti. Þetta er bara orðið vaninn. Það er alveg 6 miðvikudagar og... Nei, ég held sko að, ok, við erum að taka þetta upp núna á miðvikudegi. Já. Síðast þátturinn er í kvöld, semst þegar þetta tekið.
og ég held að ég sé í fyrsta sinn að fara actually að horfa núna í real time. Já, bara í línulegri. Já, að því einhvern veginn við, þú veist, fáum alltaf að sjá þættina undan. Já. Og já, þannig ég hef ekkert eitthvað verið að horfa mikið aftur í sjónvarpinu, skilja. Ég nefnilega gera alltaf, ef ég hef tíma þá sitt ég alltaf í gang og bara bensi að horfa á þetta aftur. Já. Montelli. Já. En ég er alltaf ógeðslega spennt að sjá þetta, þú veist, bara svona sama tíma hinir. Já, gaman að fylgjast með. Og við ætlum að horfa allar saman í kvöld og svona. Já, svona stemming. Það er fyrsta skipti sem við horfum saman. Já. Ég var að mitt spurða hana í byrjun eitthvað, já, hvernig ætla að horfa allar saman á fyrsta þáttinu. Já. Alltaf búin að sjá hann svona 10 sinnum. Nei. En síðan líka, þegar við vorum alltaf búin að, þú veist, sjá hann þannig að maður var meira kannski að horfa með, þú veist, einmitt fjölskyldunni eða kærasta eða eitthvað svona. Já, einmitt. Einhvern sem við ekki búin að sjá. Ég er nefnilega ekki búin að sjá Final Cut af New York. Ekki? Nei. Ok, hann er geggjar. Ég er að spara það. Já, hann er geggjar. Ég var eiginlega að sjá það því ég kom svo mikið á kommenti. Já. Hann ég var bara bætti þau inn sem ég bæði að bæta inn. En já, hann er geggjar. Ég er samt, einmitt, þú veist, það náttúrulega er ekki loka. Þú veist, það er ekki búið að vinna hljóð og mynd og eitthvað svona þegar við erum að horfa á. Nei. Þú veist, það er alltaf búið Já, hann er miklu betri. Þú veist, þannig að ég er mjög spennt. Ég veit að það er smjátt. Það heyrist samt ekki smjátt sem betur fer. Nei, það gerir. heyrst alltaf smjátt í mér. Já. Ég fæ stundum heit skilaboð búkhljóð. Já, stundum. En Eiður hljóðmaður okkar er búin að setja eitthvað svona Smjáttusfilter. Já, ángrín sem á að draga úr þessu þannig að maður má ekki hafa svo mikla ágjur. Nei. Bara so sorry að það heyrist smá smjátt inn á milli. We are human. Tebúið. Já, þetta er að segja það. Getum við allar svona. Já. Við sko, það hefur oft verið beðið okkur að vera með ASMR þátt, sko. Ég gæti það bara ekki. Ég gæti ekki verið alvara. Það var enda að fyndi að, þú veist, ef við náum ekki að halda áfram þá tökum við sopa. Já, einmitt, það var mjög góða punktur. Ok, ef þið pæli í því, þú veist, núna er þetta gerðist allt mjög fljótt, eða ekki? Mjög hratt. Með Alexas. Já og nei. Já og nei. Já, en þú veist, það er samt ótrúlega langt síðan, þú veist. Þetta er samt ekki langur tími fyrir sjónvarp, skilur. Þá er þetta ekki langur tími. Þannig sé að við vorum bara strax byrjuð í tökum, skilur, þegar við ákveðum þetta einhvern veginn. Já, en þú veist, þetta var að byrja að plana í febrúar. Já, og við byrjum að taka það upp í mars. Og var þetta ákveðið hvað í desember? Nei, ég fekk þetta questionboxinu í janúar, sko. Ég var í einangrun í mann eftir. Þessi fundur var þetta í febrúar og svo byrjuðum við að taka upp í mars. Já, það er mjög stutt tími. Já, mjög stutt tími. Þannig að þetta gerist mjög hratt. Já, þetta gerist mjög hratt. September eða byrjun oktober og þetta er bara, þú veist, og fyrsta serían er bara komin. Þetta er mjög. Þannig að þú veist, ef við pæli í hverju voru fyrir ári síðan, þú veist, á þessum tíma í fyrra, oktober, september, áður fékkst questionboxið, hvernig, þú veist, bara hefðu ekkert maður búið stuði bara og ég verð í sjónvarpinu stöð 2 á miðvikudögum öll kvöld klukkan 19:15. Nei, alls ekki, sko. Ég var náttúrulega í sjónvarpinu. Já. Ástar séu líka verið í sjónvarpinu. En samt á öðruvísi hátt. Það var ekki eitthvað sína frá ekki svona, það er ekki svona persónulegt. Ekkert eitthvað persónuleiki minn var ekkert eitthvað eitt að aðalítverkum þátt að skilur, þú veist. Það er meira svona hæfileiki. Það er miklu meira hæfileiki minn sem að maður er alltaf bara frekar, þú veist, með og bara það var ekki svona eins ekki svona berskjaldandi. Já, ekki, öðruvísi hátt. Stressandi er samt allt öðruvísi, skilur. En þetta er ótrúlega svona surrealist en pælir í, þú veist, bara svona það er bara einhver að horfa okkur eða skilu. Mér líður bara eins og þetta séu bara við og vinir okkar. Mér fannst líka ógeðslega gaman þegar ég fekk alveg nokkuð komment og ég held Sunneva líka þegar að, þú veist, það voru erlendir að senda okkur bara eitthvað can we have subtitles og eitthvað er hægt að horfa á þetta á ensku eða eitthvað. Það er bara hvar er þetta nálgast og með subtitles. Já, og get ég séð þetta basically, skilur, sem að gekk gaman. Það, mér fannst það ógeðslega skemmtilegt að það var bara erlend fólk að senda, maður er bara eitthvað ok. Við erum að verða international. Það er bara ensku. Þú myndir standaði mjög vel. Þessi skiljar nú þegar mjög mikið sem ég sé allavega. Já, myndir þú pott skilja, þú veist, svona hálfu setninga það, sko. Samhengi allavega. Já, allan samhengi, sko. Það ætti nú verið lítið mál að kippa því í lag að henda ykkur mennskum texta. Allavega það, sko. Allavega það.
Já, það var einhver pæling, sko. Ratt til að ratta yfir. Það er svo fyndið. Það er svo fyndið, já. Allt döbbaefni er svo fyndið. Þegar maður er í útlöndunum kveikir á spænska sjónvarpinu og það er bara, þú veist. Ég var líka bara hver að tala fyrir mig. Af því hann yrði döbbin for life. Já, það er alltaf sami leikarinn. Sami leikarinn tala alltaf fyrir Angelina Jolie, skilju bara. Brad Pitt. Já, bara alltaf. Má hvað það er áhugavert. Já, þannig að þú veist, ef þú ert döbbari, þú veist, á Spáni eitthvað og þú fær myndina þú tekur hann að hlutverkina hans Brad Pitt bara með fyrstu myndum sem hann gerði, þá er engin annan nema þú sem tekur hann. Það er ekki sens, já. Já, það er bara leikara. Hann er bara rödd Brad Pitt for life. Ég er ekki bara líka Brad Pitt og Tom Cruise og eitthvað. Nei, hann er bara Brad Pitt for life. Já. Getur hann ekki verið Tom Cruise líka? Nei, ég er ekki svona stórleikari. En eins og Íslandi það bara... Ég er ekki bara fakt eitthvað. Jú, það er samt... Já, þetta með döbbin er þing, sko. Að því mann... En Íslandi er alltaf sama fólki. Já, þetta er bara svona 20 mann sem er bara... Það er alltaf Felix fyrir alla teiknumyndi. Já. Eða Latti. Já, hann Hann er Latti. Mættur. Nei, þetta er alltaf hana, þú veist, úti. Það er alltaf helviti mikið fleira fólk þar, sko. Til þess að vinna í þessum bransa. Þannig að ég held það, sko. En ég veit að Aron fekk henni sem sendi skilabóð frá Spáni, bara ég er döbbin þinn á Spáni. Hæ? Já. Og það er óslega Ég fíla hann. Ég var til að fara í kaffibólla með döbbanum. Já, ég veit ekki. Þú er right person. Ég veit ekki hvernig það fór, sko. En það er alltaf óslega merkilegt. Bara ég verð þú að eilífu. Alltaf var röddin þín. Já. En það væri gaman að sjá hver verið þið. Já. Það er mjög gaman. Ég er líka bara í hvaða land eða öllu löndum. Já, einmitt. Þannig, já, ok. Næsta markmið, þá komum ykkur á erlenda markað. Klálega. Seljið þetta Netflix. En þegar þið, þú veist, fengu síðan loks, þetta bara orðið að veruleika og þið voru að fara að henda ykkur í þetta og gera þetta að ykkurum, þú veist, gera þetta að þáttum. Eru þættinir eins og þið sáu fyrir ykkur? Þú veist, er loka útkoman eins og þið sáu fyrir ykkur? Eða sáu þetta fyrir ykkur eitthvað öðruvísi? En það er erfitt að svara. Já. Við vorum kannski með nokkuð markmið og ég held að við hefum náð einhverjum aðeim en ekki öllum. Við getum orðað þannig. Já. Við erum nýbúin að setjast niður af því að það er búið að staðfesta seríu 2. Til hamingju með það. Þannig við erum nýbúin að setjast niður einmitt og ég reyna að setja niður markmið fyrir seríu 2 hvað við viljum bæta. Já. Þú veist, já, þannig að þetta er eins og við sáum fyrir okkur en við viljum gera meira. Gera meira, já. Við viljum gera betur. Þú veist, það er kannski bara svona einu sem er svona öðruvísi er að það var myndað alveg mjög mikið á okkur og svo er þetta klift niður í 20 myndir, skilur. Þannig að maður svona, beti, hvar? Ég var alveg fyndið þarna. Þannig að það er svona eina sem er svona öðruvísi en heldur maður heldur einhvern veginn. En það er þannig með allar þáttaseríur sem kemur á raunveruleika sjónvarpi. Ég hef aldrei séð raunveruleika seríu sem byrjaði betur heldur en, þú veist, að seríu 1 hafi betur en seríu 10, skilur. Það bætir sig alltaf. Það er mjög eðlilegt. Og þú veist, bara teimið sem er að vinna í kringum þetta og læra á hvort annað og bara svona að gera þetta format af þáttum. Langar ykkur að hafa þá eitthvað lengri? Já. Það var alltaf einmitt eitt af því sem við lögum upp með frá byrjun og erum enn þá að impra. Geðvikt. Það var óslega gaman. Já, hafa þetta aðeins lengra og líka kannski við vorum svolítið oft bara eitthvað annarkvort bara ein eða allir hópurinn. Ég held að við ætlum að reyna að skipta okkur líka, þú veist, því við erum oft skundum bara eitthvað 2 eða 3 eða skilur. Já, það sé ekki bara að tekið upp þegar það er eitthvað svona hópefli bara eitthvað í gangi, skilur. Hópefli. Veitu það var verið að segja þetta orðum daginn og ég er ekki búin að nota það 10 sem ég veistu því, nú þegar nokkuð sem segir þetta. Svo fara þau þangað fyrir hópefli. Ég elska þegar maður fær svona nýtt orð að heila. Ég get ekki hefði nota það. Hópefli. Já, meira svona þannig að sé ekki bara aðstæður þar sem við erum allar og ekki bara þar sem er einir í sínu lífi, líka bara, við erum ekkert alltaf allar. Nei, bara blanda saman bara hvernig sem það blandast. Já, klálega. Algjörlega, áður höldum áfram, þá erum við með pakkandi ykkur. Það er mjög skemmtilegt, þannig í einum póka. Já, sharing is caring. Byrjum á, þá er báð að pakka frá Real Techniques. Er þetta nýr? Já, þetta er svona... Nei, eru notaður? Nei, ný típa. Er þetta sponges? Já, en þetta er, þú veist, cleanse, blend og set. Ok. Þannig að, þú veist, þetta er fyrst svona til þess að, þú veist, þrífa af sér. Svo bara þessi venjulegi,
blöndunar svampur sem bleiti og svona og svo sett það mjög gott að nota með púðri og það er ekki gott að blanda púðri og make það er alveg hrikalegt þá var það bara svo keiki næst þegar maður nota þannig að þetta erum við með allt sem þið þurfið og þetta að sjálfsögja frá Real Techniques svo erum við með frá Box Magazine þetta er svolítið skemmtilegt þetta er eitthvað sem þið geti gert skemmtilegt content úr ég sé þetta í næstu serju þetta er Nib and Fab svona bubble mask þannig að þetta verður svona eins og fílamadurinn þetta er þannig og þetta er sýru já, exfoliate já, klæðkvæðilega geðveikt ég mitt elska hana þessa hana sýru skíðuna mér finnst þetta merkin bara ógeðslega skemmtilegt þetta er vannmyndið þetta er mjög þetta er my favorite drugstore thing við erum búin að vera með það nýri lögum bara ég kynntist þessu fyrst í Laugaspa það var saman tíma og Kylie var að vinna með þessu Kendall og ég var bara, oh my god, þetta er til ég man líka eftir, ég var bara, oh my god, Kendall notar þetta já, ég notaði þessar hana ástasýru skífur bara síðan að keypti þær alltaf í Laugaspa en hafði ekki það under eye patches nei, þeir eru samt svo gyrnilegir það er svo juicy ég elska það er að taka það næst það er líka svo mikil rakju í því það er bara mesta mýþæf í heimi já, mér finnst það bara svo gyrnilegt að horfa þú er svo wholesome að byrja morgunin að setja þetta á þá þessi kaffibólla og maður bara svona mér vantar bara svona hanglaði á hausinn sloppi inn svara e-mails kaffibóllan mitt takk fyrir það er góð þú fær ekki neitt, kæri gestur ég á svona þú vart nú á þessu áður höldum áfram, þá langar okkur líka að gera 2 truths and 1 lie erum við búin að hugsa eitthvað þá er þessi svo 2 truths nei Jú. Ekki 2 lígar bara 1 lígi og þetta finna og þegar, við erum að reyna að giska á lígina hjá ykkur þetta er feature á smitten þannig að við ætlum að reyna sjá hvernig við stöndum ykkur að svara ykkar hvað myndi við setja inn á smitten? Já, þið voru að smitten ef við værum að smitten ok, á ég að byrja? Já, maður byrja ok, 2 trúð og 1 lygi ég kann ekki ljóma ég var strax bara það sést alltaf á mér, ég get ekki horft á ykkur ok, við skulum ekki horfa á þig ok, þannig að ég er að fara að segja bara 3 facts já ok, ég get talið upp á 100 á spænsku ég kann ekki á klukku og ég æfði skák ég veit þetta það? já, má ég svara? nei, þú mátt ekki svara og bara byrsta? já má bara ég svara? það er þekkið ok, ég hef heyrt áður með klukkuna þannig ég veit það er satt, ég hef heyrt það eitthvað starf áður nema ég hafa dreymt það eitthvað rólíklegt en skák mér finnst það alveg svona já, og fyrst það var spænsku þú kannt bótið spænsku sko. ég held að segja skák í sér lígi það er sannleikur nei, sko það er ekki spænskar sko ég er samt alveg góð í spænsku en ég get ekki talið upp á 100 kannski eða hvað? þetta var alltaf gott samt sko ég sá bara settir í stóri eitthvað með skákmóti eitthvað ég seti close friends ég fekk invite í skákmót í síðustu viku ekkert eðlilega random ok, gegga og ég var bara, oh my god þau hafa hæðist að ég æði skák en svo var alveg mamma og pappi fengið þetta líka þar fór draumurinn en talandi með mig, að því að það var svo mikið tekið upp og stutt niður í 20 minna þætti það kom í þáttunum hann að þjóðum að segja ykkur facts ég sagði þetta við þig já, það var hann með að ég kunni ekki klukku en svo er það klift út það er ekki í þættinum það var nefnilega ekkert eðlilega fyndið þá vorum við að komast að því já, ég skammaðist mig svo mikið og þær voru bara já, ég er svona eitthvað starf hýrst þetta nei, hún senda ágraf því við vorum að tala að kunna allar klukku og hún var að hlusta Sunni var að drulla yfir þetta en daginn í tebúðinni bara hver kann ekki klukku og ég var heima að hlusta og ég var bara Sunna, viltu svo vel það er líka svo fyndið nefnilega deitt bara svona sínt mig bara svona bara hvað ekki alveg bara og ég bara bara með úr líka þú veist málegar, ég lærði á
úr þegar ég var lítil, bara eins og allir hann að klukkubókin og allt það og síðan fekk ég 12 úr þegar ég var 8 ára og ég var ekkert eðlilega lengi að læra 12 úrið nema ég bara reiknaði alltaf út frá 18.00 og því 18.00 var 6 að því þá byrja stundin okkar þannig læri ég 12 úr stundin okkar Hvað var í stundin okkar þegar þú varst Ást og Keli Er það? Já, þegar ég var alveg sem yngst, síðan kom eitthvað annað Birta og Borður Já, ég man bara eftir þeim Ég man eftir Kela Ég man allavega að þau hættu þú veist eitthvað mann at some point en já, og allavega eftir það bara kunni ég aldrei aftur á vennilega klukku og þú veist, og þetta er alveg tæknin fokkaði henni já, en þetta er alveg svona óþæld að það er bara, þú veist klukka með vísum og þú veist, ef það er ekki tölurnar eða það er svona bara punktar og eitthvað þá er ég bara, þú veist, ég get fundið út úr því, en ég er svona, ég þarf alveg, ok, 12 Já, þú lítur ekki sér bara Nei, ég sé ekki, ég þarf að reikna og svo 5, 10, 15 þú veist, ég þarf að fara allan hringinn en þú veist, ég get alveg fundið út úr því en það með miklu meira sens bara að kíkja á síman og sjá hvað klukkan er Ég myndi frekar í tíma mínum bara ég myndi læra eitthvað allt annað Þetta er alltaf útdauð klukkarunni Já, þú veist, ég á úr en það er bara skarskapur Einmitt, nákvæmlega skemmtilegt, en það hann í gangi þá Nei, hún er líka alltaf vilja still ég held að ég ætti kannski bara að láta stilla þannig að það skiptir einhver máli það bara vandur alltaf einhver spyr hvað er klukkun ég veit að ég er á öðru tímabelti hún er stillt á hann að Ameríku Ástrós, þú með eitthvað? Já, ok ég tala 5 tungumál ég er A-manneskja og ég er með Ég var að horfa á Sunnivu hún gæti ekki haldið svo inni ef ég get haldið feysi og getur þú haldið feysi Hvað var það síðast? Hvað er ég búin að segja? Þú ert A-manneskja Ég er A-manneskja og ég tala 5 tungumál Já og ég er með rosalega lélega pissublöru Ég ætla að giska á A-manneskjuna að það sé líi Já, hún gave it away hún veit ekki hvort ég sé A-manneskja eða B-manneskja sko Núna veit hún Ég er það mikil Þú var samt sjálf bara ég er A-manneskja Nei, þú varst alveg svona Þetta var alveg body language sko Ég er bara það mikil B-manneskja það er bara það mikil brandari Nei, ég er svolítið ekki A-manneskja en ég með mjög lélega pissublöru líka Same sammála, já It's weak Mallar hér í því saman Hvað er það? Það er svo óþægilegt Já, þetta er alveg Ég er að pissa í mig núna En ok, aftur að þetta var mjög skemmtilegt og gaman að læra þetta ykkur og vandi fleiri þetta skilur þú veist með lélega pissublöru og Birgitta kunningaklukku Þetta er áhugavert Þetta er mjög skemmtilegt Það er gaman að já, gaman að vita það Sería 2, það er búið að staðfesta hana Hún kemur út hvenær? Janúar 2023 það er ekki komin Kemur á næsta ári Þetta er svona að vera að skipuleiki bara núna Ok, og Ástrós, þú átt náttúrulega eignast barn á næsta ári Hvenær? Februar 24. er ég sett Þetta er a fishy It's a fishy It's a Pisces girl It's a girl Þú ert fiskur Já, þetta er gott merki og þetta verður góð stelpa Ég finna á mér Já, lill bróð minn ámæli 24. februar Já, oh my god It's a good day Sam dagur, já Ég er mjög Já, bara ógeðslega spennt fyrir því náttúrulega, skilur Er það eitthvað sem þú veist, fólk mun fá að sjá í seríu 2, þú veist, þessar breytingar sem bara fara Já, þú veist, örglega, við erum náttúrulega líka, þú veist, við vorum að kaupa okkur íbúð, þú veist, fyrstu kaup eitthvað svona Geggjað. og batna á leiðinni, þetta er ógeðslega fyndið. Það gerðist það bara svo Já, maður er alltaf bara eitthvað, ok. En já, það verður náttúrulega svolítið það hjá mér, skilur, og ég muni, auðvitað sína frá því, skilur, en eins og ég sagði, kannski tek ekki myndavél með mér upp á fæðingadeild, skilur, en Nei Væri reyndar á Iconic sko. ég var að segja það var svo iconic munið þegar Courtney tósaði geðvikt. Mason og þú bara sást hana bókstala í þættinum tósa bóndið sitt úr Þetta var að Mason Já, Fyrsta bara fyrsta það var bara amazing Nei, þú veist bara hvað eitthvað myndi komið þá náttúrulega bara segir hún delete that delete please
Já, þú veist, við að tala það bara hér ekki botninu efninu ef þetta væri eitthvað sem það útskýr sjá en þú veist, nei, ég skil það að þetta fari ekki alveg með þær eru vist eitthvað voða fyrir að láta fjölskylduna gera þetta heldur en læknana því að ég var líka, þú veist, þú var í viðtali núna og Chris var að segja að hún tók á móti Stormy þannig að það bara að vera ég held að það sé eitthvað svona intimate svona intimate moment fyrir þær eitthvað, þú veist, haldi ykkur hefðir þær eru líka alltaf saman, sko það er bara svona einar fæða og bara allar systurnar fjölskyldan er bara á svæðinu já, hún er ógeðslega cute en veist það samt svona væri þetta ekki svolítið mikið það? Ég hugsa bara systkini mín að inni ég bara get the fuck out ég held ég myndi freikulega hafa hérna eldsystur mínu og kannski bara vinkonur nokkrar já, ég hefði í alveg viljað hafa fleiri, sko ég eignast bara komment, bara Gunni það mátti ekki bara, þú veist, ég bara heppin að hann máttur með þú veist, en ég hefði alveg viljað hafa mömmir eða eitthvað svoleiðis ég hefði alveg viljað hafa fleiri, sko svona in hindsight en svo veit ég ekki það þarf ekki að vera inn á stofun allan tíman nei, það hafa eitthvað að koma að kíkja koma með ég hugsaði að það væri kannski næsum sem er mömmu ég veit það þurfa á mömmu ég var alveg svona að það væri næs allavega að fá hann eitthvað en mamma mín býr erlendis þannig að ég var eitthvað hún kemur bara mánuð fyrir já, sjáum til hún var alveg típist, hún held ekki þau kom bara heimsækja Emma Ástu og Lulu og svo veit ég bara leið og barni kemur hún aftur bara 100% þannig að já en það verður mjög spennandi þannig að heldur þú verður byrjað að taka upp eftir hún er komin eða fyrir seríuna þá sko ég held að við munum bara byrja bara sem fyrst já, ok þannig að ég verð bara with my butt við viljum freka bara taka upp þú veist líka bara yfir lengri tíma ekki einn stuttan kannski eða þú veist bara hafa þannig kannski ná að glitta eitthvað aðeins í svona eftir eftir að bara bæði sko bæði svona ferlið og eftir á líka ég held það sé mjög spennandi að horfa á þetta stór breyting og það er líka hægt að segja núna því að þátturinn er komin út að það var sýnt í síðasta þættinum þegar hún tilkynnti okkur já oh my god, það er sínt ég er ekki bara að sjá ok, síðast þátturinn er í kvöld oh my god en gaman það er ótrúlega gaman að náðist að setja það inn já, hvernig tilkynntur? Fólk er kannski búin að sjá það en bara svona já, þetta var svo fullkominn leitir að tilkynna fyrir þeim því ég var bara eitthvað ok, stelpur, ég var að kaupa svo hella tösku, you're gonna die skilur og kem fram með svona gamlan Mæ Teresa kassa sem ég átti og opnaði hann og það var bara, þú veist, mynda sónarmynd skilur en þeir voru samt alveg margar alveg bara svona, bara hvað var hann að kaupa? Skilur já, þið voru spenntar þú veist, þú vissi ekki að hún var að fara að tilkynna þetta ég var bara ég var myndaðalni ég var búin að beða hann um að hún vissi sko og ég var sko ég spottaði við honum semst að borða heim í Ástrós oh my god ég það er ekki til alltaf rétt ég þyrfti að heita Ástrósa til þess að beina Ástrósu og hún borða heim í Ástrós og hérna og í byrjun dinninsins þá tók ég svona eftir hún var ekki með vinglas og ég ætlaði eitthvað svona, þú veist, það var bara ég ætlaði að vera eitthvað, hvað þú ekki með vín svo var ég eitthvað svona, nei eða þú veist, ég sagði ekki neitt og þú veist, ég veit ekki hvort það hafi verið eitthvað svona bara eitthvað fyrir og síðan þegar hún gerir þetta segist alltaf að fara að sækja eitthvað tösku inn þá, þú veist, það sést ekki nógu vel í myndbandinu þá ger ég svona sett hendunar hérna Ína situr beint á móti mér og ég bara ég held að hún sé ólétt bara, en ég var aldrei búin að hugsa fyrir en bókstaflega þarna bara ekki einu sinni með vinglas það var bara eitthvað svona undir með henni þannig að svo var ég bara, ég vissi og þetta er ógeðslega fyndið ég veit líka, sko, við þurfum að tala um þáttir sem kemur í kvöld af því að hérna þá var ég náttúrulega bara ógeðslega bílveik og bara deyja, en ég segi samt bara eitthvað þetta er samt eitthvað öðruvísi en vanalega ég er bara að deyja, bara hérna og ég eitthvað svona, kannski er ég bara ólétt og þú veist, ég veit ekki hvað svo oft ég hef sagt þetta þú veist, í einhverju þú veist, ég hafði ekki hugmynd um að ég væri ólétt, ég var bara eitthvað ekki séns, skilur en þú segir þetta líka og fattar síðan að myndaðalinn er og þú veist, öruglega undir vennilegum kringstæðum hefði þetta bara klift út en af því að þú þá er þetta inni þannig að það er svo gaman að þetta og það var allir smá svona, nei, hún er bara þunn eitthvað
Alveg þýrt þú bara, nei, ég bara degi maður. Já, hún var bara actually bara legitimately bílveik. Þú varst alveg átt. Þú veist, Hildur var bílveik við hliðina og hún var bara svona bílveik, skilur. Þú varst bara, ég var bara, já, ok, sko, þú maður senda þig heim. Ég var ekki í þessum bíl en þegar við stoppum bensinstöðina þá varst þú bara eins og verið bara einhver svangur. Eitthvað, kursa á þessum bíl eða eitthvað. Svo ég var svona deginum undan, varstu? Því ég lendi og ég var að deyja í maganum. Já, það var eitthvað. En sko, ég var að drepast og ég man, þú keyptir eitthvað svona fajita eða eitthvað með osti. Ég bara tók bita og það heyrðist ekki nógu vel. Ástur borðar ekki ost. Já, ég borða sem sagt ekki ost. Það var svona parmesan á þessu. Og ég tók bara... ekki eftir því. Og ennþá maður svona með þetta upp í mér bara, oh no. Guð, æi. Elsku. And still, it was nice. I lived. Já, en þú veist, veistu hvað komið langt þarna á leið? Örugglega bara eitthvað svona 3-4 skilur við alla, þú veist, ég var ekki svona þannig sem segi, eða þú veist svona kannski, já. Þannig grunaði ekki neitt, þetta var bara... Ekki þannig, skilur, ég var ekkert eitthvað, ok, ég er ólétt, eða skilur, bara... Þetta var mjög emotional ferð. Já, mjög. Það var kannski ekkert, kom ekki þetta óvart, ég var ólétt. Nei. Lók ferðan var ég bara svona, hún það öruglega. Við vorum bara, í einhverjum feitum trún og sem voru bara tár og bara ólíksir kannski. Já. Út af ykkur allt öðru. Já, það skiptir einhver máli, skilur. Eitthvað sem þú myndir kannski ekki fara að gráta yfir venjulega. Nei. Bara cried, sko. Smá emotional. Já. Og elsku. Svolítið lítil. En ætla að halda áfram að vera svona duglegar, það voru ógeðslega duglegar að ferðast í þessari seríu. Við erum bara í lífinu. Já. Eða þú veist, það var ekkert sem við bara þannig að það komið fram, við vorum ekki að gera eitthvað fyrir þættina, heldur komið þau að tóka upp þegar við vorum að gera eitthvað. Já, geggja. Þannig að það er bara sama og við erum, þú veist, núna að reyna að plana okkur langt svo farlega LA allar saman og það verður bara geðveitt ef að krúi getur komið með og þú veist, og svo eru að plana eitthvað svona vetrar, svona jóla, kannski bústaðaferð eða eitthvað, þú veist, þannig að þetta er bara eitthvað sem við erum úrslega þessi hópur mjög duglegur að gera. Já, þeir eru bara að plana hvað sem er og einmitt þess að segja, bara bjóða þeim með að þeir komast. Já. Og þeir hafa ekki komist í allt eins og sem við erum búin að gera. Nei, einmitt. Það er bara það er bara misjafnt, sko. Já. Vá, geggjað. Herra, við spurðum hérna teboðsgestina spurningar til ykkar. Ég spurði, Sunna var ekki búin að lesa þær. Nei. Og þetta er alveg djúsi og alls konar spurningar hérna og það er alveg frekar margar, þannig ég held að sé bara gott að byrja sem fyrst. Hérna er ein sem að, þú veist, ég held að alveg flesti vita, en við skulum bara fyrir þá sem vita ekki, það var hópurinn til á undan þáttunum en var að stofna þér fyrir þættina. Það var stoppfundur hérna 1. mars. Nei, hann var til þetta er bara vinkuna hópur. Í fyrsta þætti, skilur að við fórum í þessa ferð saman og þar kynntust við og það var fyrir algjör tilviljun og ég held að við allar að gleyma að það hafi verið til eitthvað efni úr þeirri ferð. Frá þeirri ferð. Já, einmitt. Það var allra fyrsta þáttin. Já. Þú veist, það voru engin myndavél og þannig sem hann var bara með eitthvað svona GoPro að leika sér, sko, þetta var ekki eitthvað. Svo verðum við bara, oh my god, þetta er allt til. Við hefum aldrei séð þetta fyrir þegar það var að vera að gera þættir og þá er ég eitthvað svona, herri, það geti verið að sé til mögulega eitthvað smá efni. Ég held að það væri bara frá fjórhjólaferðinni eða eitthvað svona. Nei, bara allt, sko. En það var ekki planað. Nei, í bústaðum. Ég tók ekki eftir að það var eitthvað með mynda. Nei, ekki heldur. Það var líka svo fyndið, við vorum líka bara, var hann með? Við varum alveg okkur sóni, sko. Það sem er að vísi er, þú veist, allra fyrstu þáttunum ykkar sýnir svona flashbacks frá í rauninni fyrstu ferðinni sem við farið í sem vinkunhópur, er það ekki? Jú, það er bara það sem að þessi hópur er henni kynnist. Já, einmitt. Allar saman. Hópur, og það er hvað, 2 ár síðan? Já, júní 2020. Já, einmitt, það eru 2 ár síðan, þannig að þetta er gott svar við þessu, skilur. Þið voru löngu búin að vera til. Og einhverjar vinkunni fyrir. Einmitt. Væru þið opnar fyrir því að hafa þetta, þú veist, aðeins meira einstaklingsbundið? Kannski svipað og þá Keeping Up with the Kardashians, þar sem hún sérð Khloe gera sitt, Kylie gera... Það þurfti náttúrulega bara miklu lengri þætti í það. Já. Það er svona... En það er líka bara svona, kannski fyrstu serían svolítið búin að vera bara smá svona kynning, hópurinn, persónunnar og þú veist, þannig að það er kannski hægt að vonandi grafa eins dýpra í framhaldinu. Þannig að þið væri alveg opnar fyrir því. Spurningin er bara að vera opnar. Já, það er náttúrulega búið að vera þannig smá. Já, það var komið með okkur öllum í okkar daglega líf, sko. Einmitt. Það bara klálega
svona fara dýpra í það. Alveg klálega. Það á planinu, sko. Það margt að sýna frá, sko. Hver fekk hugmyndin að gera þáttinn? Einhver Instagram vinnur. Eru búin að þakka þessari mannesku sendin in the question box? Nei. Þú þarf til að gera það, sko. Já, bara ég gera það hér með. Takk fyrir hugmyndina. Ég man ekkert hver þetta var, sko. Okay, já, það er ekkert hægt að sjá það núna. Nei. Hver sendi það? Ekki hver sendi. Ég búin að finna question box arkæfið. Já. Það er. Að því ég fann sko question boxið og stórið þegar ég setti stóri eitthvað, sæðinu sepp eitthvað stöð 2 að því ég sendi þeim það fyrir hann Ísland dagandaginn. Ég geti séð hver send. Ef þú fer bara arkæfi í þar sem question boxi byrjaði og fer þar og getur skrollaði spurningar. Þannig að þurfum kannski að gera það. Já, mér finnst það. Sendur hann kampæn. Já, frí áskriftarstöðu pluss eitthvað. Bjóða honum í kaffi. Já. Eða henni, ég veit ekki. Já, bara manneskinu, þetta er, já. Þannig já, hérna. Já, þannig að það var alltaf enginn á okkur. Nei. Það var einhvern veginn ekki. Þetta var smá bara svona, sko. Nei, þetta var smá bara svona eins og þess að það var kastað inn, svona the universe. Ég maður vorum að ræða þegar við vorum á hana hótelinu Hveragerði. Já. Það voru svona fyrst að ræða þetta. Já, þá var einmitt Ketchup búin að senda á okkur bara værið mögulega til í þetta og ég svona, við þarfum að tala um stelpunar eitthvað. Það voru allar geðið til. Já, ég bjóst eitthvað ekki endilega við því. Nei. Ég var eitthvað svona, þú veist, mér fannst það alveg spennandi en bara ef allar myndi, þú veist, bara ef hún gerir sem hópur, þú veist, ég sjálf myndi ekki gera sjónvarpsþátt sjálf en þá var allir ógeðslega spenntir. Geðveikt. Þannig að hugmyndin var bara einmitt eitthvað sem sendi inn question box og svo bara þú veist, leitið það áfram í þetta. Já, nákvæmlega. Það er skemmtilegt. Já. Hérna er ein spurning sem við erum búin að svara nokkuð sem við þessum myndum bara svara svo aftur. Kemur season 2. Það er á leiðinni. Einn spyr hérna, af hverju er Kristín P ekki með? Við hefum séð nú svona smá glitt í hana í þáttunum. Og Hildi líka. Einmitt. En það var einmitt, þegar við vorum inn í Hveragerði þá voru allar bara sjúklega til og hann síðan bara kemur lífið. Já, Hildur hann flutti til London. Einmitt. Svona, en hún var náttúrulega með í London þættir, men hún kom líka til New York. Í New York. Og hún kom alltaf bara þegar hún gatt í alla hittingan okkar, skilju. Já, skiljuferðina og svona bara vinahópurinn, skilju. Það er sér kannski ekki beint í þáttan sem karakter. Já, sem einhver persóna, skilju, þú veist. En það er alltaf náttúrulega bara með þegar það komast síðan að Kristján að byrja að fljúa og alltaf leika hann bíómynd. Og basically bara hann hafði ekki tíma í auka verkefni. Nei, einmitt. En sami vinahópurinn, sko. Já, nákvæmlega. En bara, þú veist, það er nákvæmlega lífið, þú veist, en kannski verða með setna í öðrum seríum. Já, þú veist, eins og í Hafsvæðsvöldu, þú veist, það er alveg breytist. Þetta róterast. Hérna er hver er líklegust? Hver er líklegust til að búa á Íslandi alla ævi? Birgitta. Ég. Ekki Ína, ekki Magnea. It's me. Ég elska Ísland. Ég vissi ég þetta að gera óvart. Já, fucking never did it. Ég bara, þú veist mjög heimakær. Já, ég bara elska Ísland og lífið mitt hér og ég bara, þar, þú veist, ég var náttúrulega flugfreyja í 5 ár, eða 5 sumur og eftir ég hætti að fljúga og bara markmiðið mitt bara, bara ótrúlega duglega að ferðast sjálf og hef bara staðið við það og hann ferðast bara út allt líka bara frá því að lítil með fjölskyldun og mér finnst bara geggjað að geta gert bæði. Já, einmitt. Bara þitt heima er hér. Það er gott að fá svona jákvætt Ísland hérna. Já. Ég er svona appreciate it. Nei, ég elska að búa hérna, sko. Eða þú veist, ég bara, og ég finnst sjúklega gaman að fara eitthvað annað en langsamt að ég heima hér. Já. En aldrei segja aldrei. Nei, einmitt. Það er bara svona líklegust. Að ykkar mati, hvað var skemmtilegasti þátturinn? New York. Í kvöld. Síðast sem er í kvöld. Ok. Geggjað. Klála. Mér fannst skíðaferðin samt líka alveg skemmtileg. Já. Mér fannst fyrsti þáttur skemmtilega því það var svona að vera að sína flashback, þú veist, í fyrstu ferðina skemmtileg nostalgía við okkur. Já, en ég veit ekki hvort það var svolítið langdreið fyrir aðra. Já. Og síðan þóttu mér, þú veist, gett væntum eins og þriði þáttur sem var svona að vera að skeignast meir en lífi hjá, þú veist, eins og okkur tveim og það var svona persónulegt, þú veist, svona sína hvað maður er að gera, þú veist, bara í vinnunni og bara, þú veist, mér varst það, þú veist, mér þótti gett væntum það, svona geta sínt frá því. Já, gott að fá tækifæri til að sína, þú veist, herri, sjáu, þú veist, þetta er ekki bara þetta. Já, þetta er ekki bara Instagram, ekki að gera miklu meira en þið. Fólk veit ekki helmingina þess að að gera, sko. Nei, alls ekki. Já, við erum alltaf líka svo ólíkar og svona þá kom síðan allar saman eitthvað. Fyndið, sko.
en það er líka bara nauðsynlegt þú veist, en þetta var svona nauðsynleg kynning á ykkur, þú veist, fyrir þá sem þekki ykkur ekki neitt og sjá ykkur bara okkur skjá, þú veist og það bara Instagram viku það bara svona tölvuskjá eða Instagram skjá, whatever bara mikilvægt að fá bara einhvern veginn að sína, þú veist, hvað að gera og hverja þið eruð og hvað standi fyrir einhvern veginn en þá kemur að næsta, hver þá minnst uppáhaldsþátturinn? Ég veit að allir eru uppáhalds, ég elska alla en þetta velja eitt sem svona minnst uppáhalds fyrsti og svo næst síðast bara þegar þessu stuttir líka það vantaði bara smá að okkar mati einmitt svona meira eitthvað að gerast það var þetta er bara tíminn þetta var bara partur sem við erum að læra bara, við hefum bara þurft að taka upp meira efni þið læri bara þannig að þú segir hvað, fyrsti og Fymti, bara tveir stuðustu þættinir Já bara mjólst að gera stjórnir í þeim og langa að hafa lengri meira juicy nei, algjörlega og þú sammála því ást Fymti fyrir mér var svona því að hún ekki neitt í honum ekki heldur kynning á þér Sunneva og Magnu it's the worst, it's so boring mér fannst körfuboltinn geggjaður not gonna lie, ég hefði kannski viljað hafa aðeins meira af körfuboltanum þú veist, because we were funny mjög funny mér fannst líka alveg ósengjant að ég vann fyrstu keppnin og það var ekki sýnt það var bara sýnt að ég var valin síðust í liðið það var ógeðslega fyndið nei, ég var ekki fyndið en svo er líka ekkert sýnt hvað ég náði að gera gott og það er bara sýnt að ég ekki hitta og svo er bara Elva, já, Sunneva er best nei, mamma mín var svona bara af hverju Sunneva svo góð körfubolta Gunni horfði líka og sagði líka þú ert að bylla núna því þú heitir alveg nokkru sinni og síðan þegar við gerum ringin þá var hún bara ég vissi ég man í hitt en ég myndi ekki að það væri þættir ég held að ég komst alveg mjög vel ég var eins og veit ekki hvað mitt á leppinni ég var nefnilega, ég er hræðileg í öllum bolta í þróttum bara hræðileg, já, síðan var ég nefnilega mjög góð í þessu þess vegna var sem er ósengjant að ég var eitthvað valin síðast og með liðið, því ég var bara ég var actually að standa mig vel og sama með hann hvað heitir þetta spjótkasti, hvað heitir þetta svona örva bókfimi þú sagðir í Confessionals engin okkar var góð og þegar að ljúga að segja ég hitti bullseye ég var sko ógsta góð nei, þú varst ekki hliðin á mér þú varst hliðin á mér, ég veit, ég hitt hann oft og hún hitti mjög vel alltaf inn á ég var að hliðin á henni og ég var bara hvað er í gangi, Ellen var bara að trufla mig þú hittir ekki einu sinni spjaldi jú, ég hitt alveg spjaldi já, hún var ágætt en ég var bara ekkert eðlaleg en ég var mjög góð og mér varst það ekki vera sýnt náðu mikið nei, ég sammála því en Alan maður, ég fekk alveg það er bókfimis instruktorinn okkar út í New York ógeðslega hann var bara ég hef ekki séð maður taka líka sko starfinu sínu svona ótrúlega alvarlega og hann skammaði mann ef maður gera eitthvað vitlaust það er haldað vopn nei, þetta var alvörunni weaponry þetta er vopn ég held að þetta væri bara með svona mjúkum enda og þetta væri bara tuttu ég held að þetta væri bara svona festast við eitthvað svona franskar hennilást eða eitthvað þannig svo vorum við að labba að sækja örvaðan úr og ég var bara þetta var bara svona djúpt inni bara þetta var svona 15 mínúna námskeið hjá honum hvað mætti og hvernig ætti að gera þetta alltaf að leggja búa niður standa alveg bein hendurnar, maður já, bara, þú veist, það sést í mig ég bara ekki halda á þessu svona svo þurfum við að sækja og þú eitthvað tekur upp og ég bara báðar hendur þú ert að stressa þér maður bara hendur það já, hann var ekki að grínast en hann sýndi okkur líka hvað var hættulegt já ef þú heldur á örvunum og dettur það er bara inn í þig þannig að það halda um báðum ég fæ bara svona ok, það sýndi það því fyrst voru bara smá svona hverju svo bara ok já, ég er með flugbeitt vopn ég þarf að segja að ég bara smá svona bókfimikensla fyrir já, þannig að þetta farið núna skráninga já, Ellen þú ekki eðla skotin í honum líka hvað er Ellen þú mistu það leiða vel í næstu hann talaði með svo ótrúlega svona amerískur heim og bara í sandalunum sínum og stuppur sem hann var geggjað made for this legend sko
Leiði vel í næstu spurningu, þið keppnisfullar? Já. En ég viðurkenni þegar ég léleg í einhverju. Já, ég er sammála. Ég er svona, ef ég á að vera góð í einhverju, þá get ég orðið bara hist, sko. Spilum á En þú veist, þið voru bara fyrir 2 sekúndar að körfuboltan. Eins og körfuboltin var ég bara eitthvað, ég fór inn í þetta bara eitthvað, þú veist, lol, skilur. Já. Þú veist, ég er ekki að vera eitthvað Já, ég þarf alltaf að vera best í öllu. Og mér fannst alveg pirrandi að vera fyrir körfubolta því ég vissi að ég var ekki best. Og ég var bara allan tíma bara, einmitt, að svona láta alla veita fyrirfram, ég er ógeðslega léleg í bolta í íþróttum, þannig að enginn væri svona að ætlast til eitthvað annað. En síðan byrjuðum við. Svona búin að æfa sig. Nei, alls ekki. Komið svona í bolta á þessu. Herðu, það er reitt. Fórstu að keyptu bolta sérstaklega fyrir þetta? Áttu körfubolta og hefur aldrei Ég mátti ekki nota hann. Ég fekk hann sumagjöf. Bara á þessu ári? Já. Mátti þú ekki nota? Ég mátti ekki nota hann. Nei, ég mátti ekki nota hann á götu. Við áttum að deila bolta og Birgitta bara, nei, þú bara tekur þinn einn. Ég bara, okay, that's mine. Your greasy fingers Já, bara hell no. Nei, bara minn bolti er betri, skilu. Það var ekkert fyrir geða þér eitthvað ykkur. Það er alltaf keppni, sko. Það er alltaf keppni. Þannig að svarið já. Þess vegna áttu bara verið skáki eða eitthvað. Ekki liðið síðan. Alveg sóló og bófumi. Þá get ég alltaf bara sjálfum henni kent. Já, sóló í það. En svona, hvað séð þú? Það er ekki keppnisfull? Jú, en ég get samt alveg, ég þarf alveg að fara inn í þetta og vera með geða svona mikið metnað. En ef ég er bara, ég er mjög mikið þessi típa. En ég mæti alltaf þannig, eins og í körfuboltan svona, ég er ógeðslega léleg í þessu, svo er ég bara, ég verð að vera betri. Sunniva Tómas var ekki með mikið keppnisskap á skíðunum. Ég er alltaf ógeðslega léleg í þessu. Til dæmis, keppnisskap í Nei, einmitt. En þú veist, inn í mér í körfuboltan, ég elskar körfu. Þá er ég svona, ég er alltaf að vinna, sko. En ég er svona, ég tapa bara svona, þú veist, ég er hvort er svo léleg. Þetta er alltaf með eitthvað svona afsökun svona fyrir, maður þarf alltaf að vera þannig, sko. Þetta er ekki fyrir mig. Ég er ekki best í því, Já, skilur. ég sé það. En ég líka eins og þegar maður er að spila og maður er svona komið, maður er svona gett langt eftir að hinum. Maður er svona, það hættir maður bara. En mér er alls sama. Fyrir að taka svo allt og alvarlega. Fyrir eitthvað svona pínu vörn bara. En líka gönguskíðanum. Það er skemmtilega. Vá, ok, þá var keppnisskapur. Já. Skapur. Keppnisskap. Hvað segir maður? Keppnisskap. Það var keppnisskapur. Það var bara keppnisskap. Keppnisskap í ykkur. Nei, það var keppnisskapur. Skapur. Það var keppnisskapur. Það var ekki keppnisskap. Þetta er eintala. Ég skil hvort reyna sig. Ég skil svo mikið hvað hann reyna að meina. Þú selja mér þetta sem rétt. Þá myndir þú segja keppnissköp. Það var keppnisskapur. Ok, allavega, tölum við skil. Oh my god, það var keppnisskap. Það voru látt að keppa svona þegar ég skipti lið og það var svona eins og, hvað heitir þetta þegar maður hleypur og tekur svona bóð. Nei, en maður fá svona milli svona súla. Og zigzag. Já, og skíðin var lengra en gatið. Þetta var geðvægt. Ég vann líka. Ég var samanlega. Ég verði til að sjá í næstu seríu ef við má koma eitthvað umbútt, svona fleiri keppnir á millikar. Þetta er ógeðslega fyndið hvað það verður svona pínu hitta og skemmtilegt á skemmtilegan hátt samt. Já, þá kemur drama, sko. Nei, það er alltaf gaman að horfa á eitthvað, þú veist, annars vinna eða tapa, er þetta sammála, þú veist, það er alveg svona, það er skemmtilegt. Já. Hvað finnst ykkur við erum að fara alvarlega út af hérna, hvað finnst ykkur gaggrínina sem þáttirnir eru búin að fá? Þú veist, Þættirnir. Já, ég las bara hvað skrifa, sko. En hérna, þá, ok, þess að leiða þessa spurningu, fyrst og fremst, eru þið búin að sjá eitthvað að gaggrinni? Ég, persónulega, nema. Það fór ekki frá mér neina. Nei, alveg ekki neitt annað. Nei, ég sé neitt annað sem er eitthvað, ég fengi eitthvað svona nokkuð komment, eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona, já, þú veist, í þessum dætti fannst þetta kannski pínu svona, en allt samt jákvætt. Svona uppbyggilega gaggrinni. Já, eitthvað gaggrinni heldur en ekkert eitthvað svona, það er ekki gags. Nei. Ég held að sé bara einni mannskjöf sem finnst þér rosa þurrar og leðilegar, sko. Hún er hérna á RÚV. Já, mitt. En henni má alveg finnast það, sko. Já, bara flott henni. Það eru glákum mörgum mannskjöf sem finnst þér þurrar og leðilegar. Nei, en þú veist, fólk má alveg finnast það. Ég held að það sé bara að ljúga sjálfur sig. Ég held að sé bara, they're playing themselves. Já, ég held að. Nei, þú veist, fólk má alveg hafa alltaf skoðanir. Já, þeir eru svo bara að ljúga sjálfur sig. Já, they love us. They love to hate us.
Ég held líka bara, þú veist, fyndi, ég held að þeir sem að gaggrina eða eitthvað slíkt, þú veist, kannski fyrir utan þetta rúfdæmi, eru svo ógeðslega margir sem hafa ekki... Það var bara allt annað heldur gaggríni, svo það sé sagt. Já, dónaskapur og illkvittni. Já, gaggríni allt í lagi, skilur. Gaggríni bara klálega, þú veist, við erum sem við lesum hann ekki. Okkur alveg sama hvað og fólk hattar okkur og við segjum bara að elska okkur. Klárlega, þú veist, en ég held ég hef líka séð nokkur komment, sko, ég les ekki komment, en hann að vinkurum mínar hafa verið svolítið að senda mér undanfarið þar að ég veit, þú lest þetta ekki þannig ég ætla að senda á þig af því það eru jákvæð komment og ég ekki svona, takk, gaman að sjá þetta nákvæmlega en hann að það mitt hefur líka verið bara, já, eitthvað, þú veist ég hafði nú ekki mikið álit á þessum stelpum fyrirfram en horfði á þættina og, þú veist, eitthvað svona hvað hafa bara einmitt gaman að húmor fyrir sjálfum sér og þú veist, eru hörkudullar eða eitthvað svona breyttu skoðun eftir að horta þættina, það er svona yes, mission accomplished nákvæmlega svona þetta fólk fá að kynast okkur dýbra heldur en bara glansmyndir Instagram Ég held nefnilega þessi vandamáli, ég held að flesti sem að láta ykkur svona opinbera gagnrýni ef ykkur að því eins og í kommentakerfi með Twitter eða hvað sem það séu fólk sem ekki búið að horfa Já, ég held að sé mjög oft sem fólk gagnrýnir án þess að tjekka á en síðan alltaf líka bara séu trailer eða eitthvað en síðan alltaf raunverulega þættir ekkert fyrir alla heldur sem finnst bara reality TV boring já veist eitthvað svona, það er ekkert að gerast svona er þættir þetta er bara svona heilalust og maður horfir á bara, wow, beti það er ekkert að gerast en ég til alveg svo sem finnst leiðilegt að horfa okkur svona eldunarþætti eða bökunarþætti eða whatever ok, þið fylgist allar með Real Housewives of Beverly Hills hverjar eru þið? Við höfum oft rætt þetta Ég er Rinna ok, obviously Ertu stolt af því núna? Ég er mjög stolt af því Mér er alveg sama I love her ok Don't Ég er bara að tala nýjastu serju Já, ég veit En ég alltaf elskar Rinnu, sko Já, ég líka alltaf elskar Rinnu Hún er geggjuð Nei, bara pínu með söttandæmi Hún fór svona dónuleg, sko Já, hún var grieving Ég ekki sött Nei, söttan Þetta er eitt She's grieving And it's sudden Já, ég veit Hún er alveg fyrrandi Fyrst, I don't blame her Ég er ekki komið svo langt en ég er satt saman Hver er grieving? Já Rinna Hvað þá? Misti mömmunar Louis, mér er ekki Louis Queen En ok, já, Rinna Ég veit ekki hvernig tengi við þú sagðir allt annað daginn bara Að það? Já, þú sagði Dorit Já, ég myndi segja að þú er Dorit klálega alltaf Instagram ready Nei, líka bara hún er fyndin Dorit er góð, sko Ég er Dorit Þú veist, hún samt eitthvað neginn ekki ég myndi segja að það er blanda Kyle og Dorit Mér veist þú samt svolítið Kyle ég er nefnilega líka blanda Kyle og Dorit Dorit er mín uppáhalds og ég tengi okkur mikið hana með hana hvað glös á að nota og hvernig að halda á kampæðisglasinu og eitthvað þannig en síðan er stelpna bara þú ert Kyle því ég er svona momager Hopsins og elst Vanderpump before Dogs Já, svona smá þú veist, við heldum við getum allar séð okkur svona í öllum náttúrulega það er engin einn sem ég tengi 100% Nei, maður tengir líka við það bara mismunandi stigum en þetta greina hinnar Ég er bara en ef ættum að greina hinnar tvær Já, Magna er Erika 100% Hjúra Erika hún gæti ekki verið meira Erika hún er rosa mikil Erika svona in general bara þú veist þegar Erika kom fyrst í þá var ég bara Magna outfitin persónleikin bara svona húmorinn hver er Ína? Ég er svona að reyna að hugsa ef við að tala það sem er núna eða Nei, bara máli taka gamla Ég myndi kannski Teddy Já Ína er pínu Teddy Þú veist hún er svona sporty og svona alltaf hreinu alltaf næs alltaf góð allendur aldrei neynundar ham Já Ok, það er skemmtileg spurning gaman að heyra þetta Wow, ok Hvernig díliði við haters og samanburð innan hópsins? Samanburð? Við dílum við haters með því að gera teaser tilbaka Facts En hvernig dílum við samanburð? Ég myndi segja að við
erum held ég ástæðan fyrir því að við virkum sem vinkonahópur það engin samanburður. Ég skil ekki spurninguna sko. Það bara, ef við séum að bera okkur saman við hver aðra skilur við eitthvað svona Nei, ég segja það að því að stelpur eiga til að gera það skilur og það ógeðslega ofta en í vinkonahópur mjög oft sem að það einhver samanburður en ég held að eins og segir það sé kannski svolítið það sem að lætur okkur virka að við erum allar gett ólíkar en samt svona svipaðar og með sömu markmið einhvern veginn og svona, hvað sem svona saman metnað og erum bara gett mikið að hvetja hver aðrar áfram. Bæði saman og í sikkoru sem maður að gera. Ég held líka að við séum bara svona í því fíldi sem að við erum líka okkur langar að gera og hvort þessi sama fíldið eða ekki og við erum líka bara svona allar einmitt ofta að gera einhver flott verkefni, hver og sér eða eitthvað, þá allar hérna bara, oh my god, bara geðveikt mikið að supporta það og peppa meðan kannski, maður hefur kannski upplegað einhverstað annars staðar að sé meira svona öfund eða, 100%. Ég held að sé mitt bara, mér finnst þetta svona gamaldags, eða þetta eitthvað sem að gera þegar maður kannski var lítill og allir voru að bera sig saman með alla og ég held að þegar maður er nákvæmlega fullorðinn þá hætti maður þessu, skilur. Algjörlega. Ég skil bara ekki hvernig fer samanburð fram í vinkonahóp. Hvernig það er bara mjög oft því miður. En hvernig skilgreina það sig? Það er bara afbrýð sem er innan vinkvenna, skilur. Það er bara samanburðin. Já, og bara já, er það ekki? Myndi ekki segja það? Segjum bara að þú varst að gera skartgripablínu og ég væri kannski bara eitthvað bara gett jealous og bara því að mér langaði að geta að gera það mér kannski langaði bara að gera það það væri bara gett leiði við því eða eitthvað kjól og mér langaði bara að vera langt flottst í kvöld og bara er það grínast en að fara í eitthvað annað eða eigin svona vini losi wear different dresses eða eitthvað svona eða þú veist bara eins og verkefni sem ég var að segja eitthvað frá á síðasta fundi sem að þið voru allar bara oh my god það var svona dæmi það er ekki eitthvað svona ég hef vel gert það og svo líka sér maður alltaf að þið við líka allar einhvern veginn, mér finnst við allar við græðum allar á sem allar eru að gera það sem að einn gerir bara lyftir hinum líku alltaf boðnu búar til að hjálpa hver annar líka með þetta eins og gott dæmi sem að gera skartgripablínu og þá bara gaf hún ykkur pakka og þið bara, oh my god, takk og allt þetta, skilur eða bara allar mæta live show það er bara alltaf tilbúnar að vera til staða fyrir ég vona það þannig að þið þurfið þannig sé ekki að díla við samanburð nei, við höfum allavega aldrei lent það fundi fyrir því en já, hvernig dílið við haters? Þú sagði bara já við bara skoðum það ekki látum þetta ekki fara fyrir brjóstu okkur nei, og þú veist, ef það er eitthvað eða einhver tekur eitthvað inn að sér eða eitthvað lítið lýsir, þú veist, þá líka bara töluðu við allar saman og maður bara svona gett fljótur að það er mjög eðlilegt að vera stressaður og vera að sjá sig bara eitthvað svona, oh my god, ég er núna bara inn á heimilum fólk skilur bara sjónvarpinu er á klukkan 7 kvöldin fattar ég get alveg ímynda maður að vera svona, oh my god, hvað er fólk að segja það er alveg skiljulega viðbrögð ég hef ekki upplegað þáttunum sko ég hef aldrei farið eitthvað svona að pæla hvað fólk er að segja eða eitthvað þannig sko en svo líka svo gott að þau erum allar saman í þessu alltaf bara hirt í hver annari ef maður var einn með þátt og það veit ekki hvort gangi gegnum það er bara svona náum allar það er svona róa manna það er svona, ok, við erum allar saman í þessu við erum með þetta stuðningsnet af hver annari bara eins og hann að lendum í hann að Instagram hann að dæmin já, það er mikið spurningum um því það? Já, ok nei, ég fæ alveg bara svona ég er að regla þá dæmi, þú veist, að þá var einhvern veginn svona mín persóna svolítið tekin sérstaklega þú veist, fyrir það já Er það um æðistrákan? Æðidrama og ég var bara eitthvað I got fucking hacked and I'm still here Nei, ég er bara að tala um þetta æðidæmi og það var svolítið ég einhvern veginn svona sem var svolítið ósengjant eða þú veist, það var bara svona típist að ég hafa akkurat verið bara spurða fyrir hver vil segja lýsa þáttunum hvað byrgir það það hefði getið verið hver sem er það hefði getið verið hver sem er og hann ekki þessi henda hinn með trútina nei, en það var svolítið leiðilegt svona að ég var tekin ein en þá voru við bara svona allar bara, þú veist, ok, við erum bara saman þetta var bara ég er ekki ein hérna að lendi þessu hellir allar saman já, þeir eru með þetta stuðningsnet skilur sem rókslega gott já, þannig að þið, þú veist, ég mitt díla bara við heitir sem að því að sleppa að fylgjast með því já, þú veist, já
lesa Við lesum þetta ekki. Nei, ég lesi þetta ekki. Við erum ekki Twitter og... Nei, það mjög sniðugt. Talandi þetta, að þú komst að sinna þetta, var þetta alvöru eða feik? Ég nefnilega held að margir út í bæ þetta hafi verið sviðsett, sko. Ég verð bara fuming, einhver heldur það. Já, ég held í alvörunni. Já, eitthvað gerist, þá halda allir að það sé sviðsett. Alltaf. Þetta var alltaf ekki sviðsett af okkur, skilur, þú veist. Það var einu sem við getum talað fyrir, skilur. En þú veist, og ég var bara, hver var með mér út úr? Þú veist, ég fór að gráta og eitthvað, eða þú veist, eftir ásynst, ekki on air. Nei, já. En þú veist, þetta var alvöru. Já. Og þetta var ótrúlega leiðilegt, en allir búin að tala saman og allir góður. Búið að biðjast afsökunar. En já. Einmitt, en orð bera ábyrgð. Já, algjörlega. En ég held náttúrulega, þú veist, maður sér þetta með Kardashian-fjölskylduna, hvert skipti sem gerist eitthvað, þá er bara, oh my god, þetta er calculated, þetta er, þú veist, það er haldið bara hvert einasta skref eða hvert einasta sé reynt og sé planað. Af því að vissulega fór þetta í alla fjölmiðla og þú veist, og vissulega ítti bara báðum þáttum upp í umræðinu og allt svoleiðis, þannig ég skil að einhver hugsa það, en það er líka leiðilegt að einhver hugsa það þegar maður var sjálfur bara virkilega þetta er ekki leiðin sem við myndum fara til þess að promóta okkar þætti alls ekki og þú veist þetta var bara vinur okkar og maður fannst þetta bara sjúklega sárt bara eitthvað neikvætt til þess að promóta sjálf á sig bara er ekki okkar strategía sko. Nei, og líka bara ekki góð strategía yfir höfuð ef við byrjum þar þegar bad publicity er ekki good publicity sko. Alls ekki Já, en eru þið og æði orðin vinnir aftur? Já, það er spurningin. Bara við náðum að ræða við það. Já, þeir tókuð allt út og hérna töluðu við mig allavega. Og mig náttúrulega, já. Þá var spóð að róast niður. Þannig að okay. Allir eru sifil. Allir eru góðir. En vissulega hefði maður viljað að þetta hefði bara verið rætt strax, skilur. Já, beint, bara eins og ég sagði við þá, þú veist, ég alveg kann ótrúlega mikið að meta að þeir þú veist, sá eftir þessu og byrjast afsökunar en ég var samt bara, svona ger maður ekki maður tala bara saman við vinn sína en bara, svona gerist svona gerist partur af leiksins og það er allt í góðu það er allt í góðu núna það er allt í góðu, það er svo fólk vil vita sko. Við viljum bara hafa allt gott við viljum ekkert drama eða leiðindi þeir voru mættir á flösku hérna 20 setna allir ferskir Vitið hver Elisabeth Olsen er? Eða litla systir Mary Kate Wall. Hvað er það? Nei, ég er að spyrja. Nei, ég veit ekki. Það stendur hérna Magna er svo lík Elisabeth Olsen. Já. Elisabeth Olsen. Er það ekki litla systir þeirra? Jú, það er sem að leikur í Avengers. Já. Hún er Wanda. Wanda Vision. What? Mér er svona ekki líka. Já, ég sé það alveg svona. Wanda Vision. Nú erum við að tjekka það í, sko. Kannski hárið. Ha? Ég sé eitthvað smá. Var það ljósar? Já, hérna. Kannski pínusvipur. Vá, mér finnst það alls ekki. Þetta er allavega mjög gott hrós. Já, klálega. Þetta er virkilega falleg kona. Interesting. En ég hef ekki heyrt það aður. Nei, skemmtilegt. Við erum komið svo til skila. Magna það var að hlusta. Já, er skott. Talandi Magnu, stendur hérna. Við erum að fara svolítið erfiðar spurningar. Er alveg til í það? Já. Ok. Áttu þú tekur þessa. Akkur fyrir Magna ekki meira screen time? Ég er bara alls ekki sammála því að Magna sé ekki að fá ná screen time. Við erum sjá síðast á það. Mér finnst hún búin að vera að tala bara ógeðslega mikið. Já. Mjög mikið á confessionals og ég er einmitt búin að heyra frá mörgum allavega í kringum mig sem að eru mest megnist að kommenta á hvað Magna geggi í þessum þáttum. Já, sammála. Ég ætla bara að leave it at that. Já. Bara ósamla þessari mannesku. Það er flott. Já, ég held að séu margir að hann að fá að kynnast Magnu sem er geggjað því að hún er svo mikið snillingur. Ég er bara einmitt ósamla þessu líka. Mér finnst ég búin að sjá mikið að Magnu. Mikið að Magnu, og hann að þetta síðasti þátt. Já, þetta bílamóment var alveg bara. Ég sko S-inu sína. Þetta er mesta hún. Þetta er iconic. Svo er það. Make-up hlutir sem þið gætu ekki lifa án. Við tókum hann uppi, ég sá þið. Mjög erfið spurningar tilbúnar. Nei, ég vil ekki sleppa neitt. Þetta er mjög erfið spurning, hvernig á ég... Ég get ekki lifa án varasalva. Ok. Ég get alveg lifa án... The queen of varablíjantar. Já, sammála. Ég er bara lip liner. Ég geti fyrir ómálu og bara lip liners. Ég er stundum sem kannski pínu máli og ekki með eitt maskara, ekki neitt, en I better believe I'm putting on a lip, sko. Þannig að já.
Ég leip á brás. Verður með góða brás á. Já. Ok. Af hverju fóruð ekki einhvern annan tíma, illa orðið spurningina, þú veist, af hverju fóruð ekki seinna til New York til þess að bíða eftir Ínu? Að því að eins og kom fram í þáttunum þetta var jómfrúarflug play og þau voru sérst að bjóða okkur út. Já. Og það var bara þennan dag. Og þetta var breyta fljúið aðeins seinna. En þetta var svolítið bara svona sérst, já, play höfðurinn samband við mig út af þessu flugi og og ég mest bara með að taka stelpuna með og það var svolítið bara svona þeir sem komast. Já, þetta bara dagsýning. Stundum það bara þannig. Og meins að þú veist, Hildur var út í London, hún átti ekki komast, svo var hún bara, oh my god, ef ég myndi fljúa til Íslands, þú veist, geti ég þá komið með ykkur og þannig að þetta var alveg bara svona og þú varst komin heim frá Spáni daginn á, þú veist, þetta var ekkert hendur tími fyrir þig heldur. Það var ræðilega tími fyrir mig, ég var ekki að missa og við vorum búin að vera við vorum búin að vera 2 vikum áður í London sem hún svona einmitt lengur búin að plana þannig að þú veist, þetta var ekkert eitthvað ef við hefum planað þetta sjálfur þá hefum við alveg farið seinna. Ég held að þessi mannski náttúrulega bara ekki búin að sjá þáttinn í kvöld og kannski ég ekki búin að það sé jómfrúarflug Hvernig veitum þá að Ína ekki í hann? Hún sagði það í síðast þetta. Hún sagði Ína endaði síðast að þátt á svona Já, alveg rétt. Hún var sérst að mynda brúðkaup hún var að vinna, hún gæti ekki breytt. Ertu ekki búin að horfa á þættina? Nei, ekki þennan. Hérna góð spurning sem við svöruðum á hann, sést í nýju seríunni þegar Ástrós tilkynnar hún sé ólétt. Sést í bara þessari seríu? Já, þessari. Sést í loka þættinu. Einmitt. Það náðist. Já. Hvaðan kom nafnið á þáttunum? Bara vinkonahópurinn okkar. Þetta er bara skamstöðun úr Snapchat tjattinu sem við byggum til í fyrstu ferðinni. Við vorum upprunalega að fara að gera annan hlut munið. Þess vegna byggum við til Snapchat-grúpuna? Nei, þegar gerum e-mailið og eitthvað. Við fórum að fund, vorum að fara að búa til hlut. Já, það er eftir þáttu. Það er svo stutt síðan. Sko, ég veit að það var síðasta haust. Er það ekki Kristín samt sem á heiðurinn á að hafa skýrt ég held að Kristín á heiðurinn á að hafa skýrt Snapchat-grúpuna okkar. Sunna skýrðana? Nei. Er það ekki? Við gerum alltaf í sammenningu. Þú bætti við ykkur með emoji smá dörti inn. Já, gerðu þú það? Þú sem skrifaði það. Ég held að Kristín hafi skrifað það. Ég var vissum að hafa verið Kristín. Kristín skýrði það og ég breytti í Ég man að þú gerði það því ég var svona ég var smá svona So not your group og ég man hún gerði það Ég man þú mátt ekki þess að gera emoji sem eitt stað. Já, þið mátt ekki skrifa þetta í fullu orði. En við stýttum því bara. Þannig að stýttum það bara. Þannig að þættirnir heita náttúrulega bara eftir vinahópnum. Og hann er búin að heita þetta bara sem við fórum í þess að fyrstu byggum til þess að Snapchat-grúpu. En var einhvern spurning um að láta þættin heita eitthvað annað? Kom einhvern tíma til tals? Nei, eða sko jú. Nei, það var samt aldrei eitthvað svona það var samt bara rétt svona rætt þú veist hvort þetta ætti að vera hana live off nei, bara eitthvað hvort þetta ætti að vera eitthvað svona með þá eða já, hvort það var eitthvað LXS the series eða eitthvað svona það var svona meira en það voru allir bara nei, LXS þú veist það var bara bæði við og productionið og stöðtöð þú veist það var allir bara sammála bara þeir heita bara LXS já og ég mitt önnur spurning hérna hvort þið vildi ekki hafa þættina lengri fyrsta seríu bara gerði til þess að lifa og læra og sjá hvað maður betur fara eða ekki pröfa, bara fíla fólk vill lengri þætti greinilega en líka bara að tjekka fyrir ykkur hvort að þið fílið þetta þú veist að þið margar í hófnum hafa aldrei verið eitthvað í svona sjónvarpsþáttum með kameru elda sig þú veist þannig ég skil þetta alveg hvað er næst á bucket listanum? Hjá okkur þá? Já, örugglega ef við tökum þessu bara sem ef við tökum bara sem hóp LA var náttúrulega er svona held ég eitthvað sem við bara plana lengi eitthvað meira sem að fara eitthvað að gegja bústaðferð svona Íslandsferð Íslandsferð líka Þið hafa alltaf gert það samt Já, alveg oft sko En þetta á bucket listanum eða þú veist Nei, á bucket, já Ég veit það Farið þyrlu Já,
Hvað var eftir sem, var einkaflugvél eitthvað? Með einkaflugvél eftir, já, ég það ennþá á listanum. Það var bucketlistin það var actually skoðað. Þannig að þetta við erum byrjaðar að manifesta þetta. Þannig að you never know. Stínær. Þetta mun gerast. Kannski hann innanlands í Ameríku, það ekki auðveldra heldur en frá Íslandi? Pottet? Jú, pottet. I'm on it. Magnea var ángríns. Magnea var að vinna hjá einhverju private jet. Já. Ok, oh my god, við erum að fara. Ég sko að fá gæsað. Já. Ég líka. Það er svo ógæslegt að sjá ykkur bara. Það er bara að horfa á Real House og svo, þetta er svo mikið bara svona, eitthvað, ég fór í bónus fyrir þeim, skilur, þetta er svo ógæðslega. Það er svo mikið þannig. Nei, líka það er bara chillandi ekstra við bústaði, bara Louis Vuitton helgala. Já. Man er bara eitthvað, Það er líka svo fyndið þegar það er alltaf bara I should just take my own jet. Já. Og svo bara mesta mótum, no, I'll fly commercial og það bara, ok, hvað er ég bara ógæsleg. Þú veist, það er láta þannig, maður bara, ok. En það er bara ógæslega gott að fá okkur. Við tökum væntanlega recap líka eftir season 2, eða kannski fáum ykkur fyrir season 2. Já. Til að ræða, svona smá teaser. Og svo bara, eitthvað verið sárt sakna. Miðvikudagar verða ekki þeir sömu. Ég er alltaf enda tippaðar miðvikudagar. Tippaðar miðvikudum. Miðvikudagar er góða dagar. Ég elska miðvikudagar. Gerist alltaf miðvikudum. Ég held að tippaðar sem er sem setur bara eirun og þetta sko, en Alex var bara svona á föstudagskvöldum með kvöldmannum og sæst niður og hort. Föstudagskvöldum, miðvikudagskvöldum. Klukkan 7, skilur. Það var góð dagskráin núna í 6 vikur. Já. Bara bráðum verður meira. Þú getur að hlaka til miðvikudaginn eftir, 4 vikur. Ok. It's gonna be a party. Það verður party. Á Stöð 2 þá? Nei. Já, ammali. Já, bara hvað er við að fara að horfa eftir 4 vikur? Það verður það Stöð 2 á miðvikudegi klukkan 7. Hvað er línulegri dagskrá eftir 4 vikur? Já, ammali þá. Já, ég hlaka mjög til. Það verður miðvikudagsparty. Já, of course. Bestu dagarnir. Já. Love it. Bara takk fyrir að fá okkur. Já, takk fyrir að fá okkur.